Kæru ársfundargestir, ég vona að þið séuð að njóta vanulísins sem verið að dreifa öll borð núna í dag. Ég heiti Þorsteinn Baldur Friðriksson og stofnandi og forstjóri Plain Vanilla sem gaf út hinn vinsæla spurningarleik Quiz Up fyrir árið síðan. Það sem ég langar rétt að tala á meðan þið gæðið ykkur á ísnum mig langar aðeins að tala verðmæti hugmynda og hvað það sem gerir góða hugmynd. Þetta held ég, því ég horfi aftur á bak, einhver stærsti misskilningur sem til hjá íslenskum frumkvöðlum og fólki yfirleitt að halda það að hugmynd sé einhvers virði. Hugmynd einskis virði. Og það hljómar kannski svolítið hart að segja þetta en staðreyndin bara svo að það eru allir að fá hugmyndir alltaf. Og sú hugmynd sem þú færð, ég skal lofa ykkur því að það einhver annar, einhvers staðar í heiminum búinn að fá sömu hugmyndina. En þetta ekki spurning að fá hugmyndina, þetta spurning að framkvæma hana. Og það þar sem munurinn á milli draumóramanns og frumkvöðuls liggur. Og ég lendi mjög oft í því ég hitti fólk sem að koma með hugmynd og svo viss það að hugmyndin sé það sem það sé það eina sem það þurfi. Og fólk byrjar að verja hugmyndina svo mikið. Það vil ekki tala hann fyrir að maður skrifar undir trúnaðaryfirlýsingu og svo hrættur maður einhver sé að fara að stela henni. Og þetta held ég, einhver landlægasti misskilningur frumkvöðla sem til Ef þú ert með eldmóð og trúir á þína hugmynd og ætlar að framkvæma hana, þá enginn að fara að stela henni frá þér. Segðu öllum frá hugmyndinni þinni. Það besta leiðin til þess að fá pressu á það að láta hana verða veruleika. Og þú munt líka láta aðra halda að þú sétt komið það langt með hugmyndina að það taki því ekki að byrja reynin á þér. Þannig að ef það eitthvað sem ég vil koma á framfæri hérna í dag það að hugmyndin ekki allt, heldur það eldmóðurinn og ákafinn til þess að vilja framkvæma. Þegar þú ert svo komið með einhverju hugmynd, þú ert komið með fyrirtæki og þarft að koma inn á framfæri og þarft að framkvæma hana, þá þarftu yfirleitt að fá fólk með þér í lið. Og það mikilvægasta sem nokkur frumkvöðull getur haft, að það að hafa einhvers konar sölumannshæfileika eða samfæringarkraft til þess að ekki bara fá inn fjármagn, heldur að fá inn starfsfólk, fá inn notendur, fá inn fjármagn líka til þess að trúa á hugmyndina sem þú ert með. Og ég held að einn besti eiginleiki sem frumkvöðull getur tileinkað sér, og þannig erum við Íslendingar oft á frekar góðum stað, að það að þora að koma upp að manneskju sem þekkir ekki neitt og byrja að selja hugmyndina. Þegar ég þurfti að sækja fjármagn í Bandaríkjunum, þá þekkti ég ekki neitt og þurfti oft að virkilega að anda djúpt og byrja að tala við einhvern fjárfesta sem ég hitt út á götu jafnvel og reyna að selja honum, alltaf að selja hugmyndina. Og sem betur fer þá erum við Íslendingar tiltrúlega höfðingjadjarfir og erum ekki vön því að þora ekki að tala við fólk þótt að sé í háum stöðum eða frækt eða annað bara því að við erum svo lítil. Og ég fann fyrir því að stundum þá óði ég bara beint í menn sem ég kannski átti ekkert að tala við. Þeir voru of hátt settir en það skilaði oft árangri. Þannig að við erum ekki hrædd við bara að selja hugmyndina okkar, trúa á hana því að það það sem skila sér til mannsins sem við erum að tala við og hugsanlega búið til árangur.